Á þingfundi strax að loknum ríkisstjórnarfundi spurði Helgi Hjörvar forsætisráðherra stöðu Seðlabankans og ábyrgð bankastjórnarinnar. Fram kom í máli ráðherra að bankinn hafi hugsanlega tapað allt að 150 milljörðum á veðlánaþjónustu. Endanlegt tjón liggi þó ekki fyrir. Bankinn sé ekki að fara í þrot, sagði ráðherra, eigið fé sé 90 milljarðar, svo ljóst að ríkið þarf að leggja honum til nýtt eigið fé. Og í ljósi þess að Alþingi kemur ekki bara að málinu, heldur hefur fjárveitingavaldið og að 4 af 5 stjórnmálaflokkum hér á Alþingi hafa lýst skýrri þeirri stefnu sinni að hér eigi að vera fagleg yfirstjórn Seðlabankans, þá spyr ég hæstv. Forsætisráðherra hvort að þetta sé honum að minnsta kosti ekki efni til umhugsunar ef við erum að horfa á 150 milljarða tjón. Samfylkingin talar fyrir sig sjálf í því efni, en mín afstaða í því efni hefur komið mjög skýrt fram. Ég tel ekki rétt, og ég skal endurtaka það enn einu sinni, að persónur gera þau vandamál sem við erum nú að fást í bankastjórunum í Seðlabankanum. Það er bara óviðeigandi. Er gott samkomulag milli ríkisstjórnar og stjórnar Seðlabankans? Já, það er mjög gott samstarf frá mér og milli mín og bankastjórnar Seðlabankans. Bankinn heyrir undir mig. Ekki ætla ég að gagnrýna þá trúmennsku sem hæstv. Forsætisráðherra hefur sýnt bankastjórn Seðlabankans. Ef að ofan á allt annað hafa tapast tugir milljarða eða 150.000 milljónir, hálf milljón fyrir hvert mannsbarn í landinu, í viðskiptum bankans, þá er óhjákvæmilegt að bankastjórnin axli ábyrgð. Ekki vegna þess að það þurfi sökudólga að hengja, heldur vegna þess að þá blasir við að við þurfum að endurskipuleggja yfirstjórn bankans sem svona hrapalega hefur tekist til hjá.